Í Bíkó færðu allt til húsbygginga. Fáðu persónulega aðstoð og sérlausnir frá sérfræðingum okkar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Sjáum allt plásið sem Arnór Sveinn með hér úti hægra megin. Það kemur boltan og þakki yfir samtilinn fyrir í annarri tilraun með skallanum. Davíð, þetta vel gert hjá Davíð, en hvað? Nei, hann bara brotlegur. Já, Erlendur, það fer ekkert fram hjá honum, sér þetta allt saman. Og sendingin hér inn á teiginn, frábærlega gert þetta fyrsta markið. Glæsilegt mark hjá Blikum. Davíð Kristján Ólafsson skorar fyrsta markið hér á 7. mínútu. Fljótur að taka aukaspyrnuna, ákaflega klókir. Og fyrsta markið komið. Finnir inn á línunni inn á teig, Gunnleifur kýlir frá. Alltaf ennþá í loftinu hér og hvað? Það fáum Gary í sókninni, Pétur. Veit hann ekki semur til að hann fær boltan með sendinguna. Þetta ágætlega gert hjá Elvar eða hvað? Nei, bolti fer ekki út af en Blikar sleppa með þetta eða hvað? Þetta hættulegt, stórhættulegt. Það var að servi með sendinguna en hún enn og aftur í Blika. Þeir ná að fælast fyrir öllum þessum sendingum. Og hvað nú? Hér það Höskuldur, þetta gerir Höskuldur vel. Með sendinguna inn fyrir Ellert í færi eða hvað? Fer hér niður, ekkert dæmt segir, ekkert á þetta segir Erlendur. Já, Ellert fer niður og hvað? Hér vinna þær aftur boltan. Hér færi og komaði boltanum á Ellert. Nei, aftur fyrir Ellert. Sveinn taktan á sig félagarnir servi nú að vera þessi svo ágætlega. Lennon, nú getur hann nýtt hraðan sinn og sendir hér inn fínasta sending. Atli ekki langt frá því að komast inn að bolta þar svona. Atli gerir þetta vel. Pétur og hvað hann í miklum vandræðum tekur Ellert niður. Ríkalega illa gert hjá Pétri Viðarsenni, missir boltan klaufalega og tekur svo Ellert niður eftir hann vinnur á hann boltan, rautt spjald, vítaspyrna, engin spurning. Hvað gerir hann gegn Róberti, skorar af öryggi, aldrei spurning. 2-0, Blikar mig vel. Arnór Sveinn Aðalsteinsson mjög örugg vítaskipta. Arnór Sveinn Aðalsteinsson. Þarna einhver ræsingur en það var hárrétt að fá til þessa aukaspyrnu. Þetta stórhættulegt, sjáum hvað hann gerir. Kemur spyrna, hún fín en þetta skalla frá, Þórann fær boltan aftur. Og sendingin inn á teginn og aftur skallar Elvar frá. Annars hann yfirleitt pollrólegur yfir. Og hér hvað? Ekkert á þetta. Já. Höskuldur. Guðjón og Kristinn. Guðjón gerir þetta frábærlega, Kristinn fær boltann en tapar honum hornið. Hann tekur stutt, Kristinn hér með dásverðan teginn, Guðjón fær hann aftur. Sendingin inn á teginn og Róbert í örlitlum vandræðum en grípar hann á lokum fyrir gjöfuna. Atli Guðnason þarna á fjærstönginni, bolti kemst ekki til hans og Þórann Ingi með skotið hátt yfir. Enna boltan aftur, Guðjón, hér pláss víða, engin rangstaða, jú, bara víst rangstaða. Fyrir gjöfun gengur ekki, Atli fyrir utan, já þetta skotið, það vel yfir, já, Stefán Lennon. Og sendingin hér inn á teginn,
Þetta hættulegt ef hann fær svo skot. Ísmar Tandja þetta heitir hann sem kom hér inn á sjálfsögðu. Sé ekki betur. Það hefur verið mikið með boltan en tapa hér boltanum. Kristinn Jónsson en þetta gerir Róbert vel. Sörvi sallarólegir. Vinna tíma. Það fanga konur allir tilbaka þarna eða allir nema Lennon. Og reyna að lokka það eitthvað fram áður en þeir ráðast allir aftur. Þeir gera nú. Já, þetta er brotið. Er þetta vítaspyrna? Já, þetta er inn í teig. Ekki spurning, Dumbia brotlegur. Róbert varð ekki frá honum í fyrri hálfleik. Það gera þeir bræði nú. Arnór rólegur, svo skora hann af miklu öryggi. 3-0. Hotnið. Dumbia nær að skalla þetta. Gunnlaugur kemst í boltan og hvað? Hendriks hittir hann ekki. Sigurður Gísli Snorrason. Svo getist fyrirgjöf. Guðmann nær að skalla það frá. Kristinn Jónsson. Stór skemmtileg tilþrif. Elvar. Leikmenn farnir að bíða eftir því að jæja, hérna er möguleiki. Arnar Gretarsson, 3-0 sigur. Er þetta eitthvað sem þú bjóst við fyrir leik? Nei, auðvitað býst kannski ekki við 3-0 sigur á Deffa en svona náttúrulega eins og leikurinn þróaðist þegar við fengum víti og rautt spjald að það var náttúrulega erfitt að spila 2-0 og einu færri. En kannski fram að því þá held ég að við hafum verið svona sterkar aðilinn og verið að skapa okkur betri færi. Og ég er svona heilt yfir, held ég að það hafi alls ekki verið ósanngjarnt. Við vorum það lið sem voru skeinu hættari þegar við vorum 11 mot 11 og þannig ég er bara mjög sáttur við spilamennsku minna mann. Hvað er það sem að þú svona tekur mest út úr þessum leik? Já, kannski bara getan í liðinu. Að þegar við erum á góðum degi þá getum við strítt öllum. Og eins og ég hef sagt við strákana, ef menn eru duglegir og samvinnsamir að þá geta menn þá er hægt að stríða hverjum sem er og þá getum við safnað svolítið stigum. Hvað tekur við núna við? Nú er bara leikur á næstkomandi fimmtudag, síðasta leikurinn í riðlinum móti BI og þar þurfum við náttúrulega að sækja 3 stig til að komast örugglega upp á riðlinn og svo er bara utanlandsferð til Spánar og þá styttist bara í mótið og auðvitað er þetta náttúrulega allt undirbúningur og þegar alvaran tekur við þá fer þetta að tellja ansi mikið. Nú varst að spila leik með úrvalsliðið Old Boys á móti norskum meisturum og setti 2 mörk. Þar, heldur að það hafi svona verið góður undirbúningur? Já, klárlega sko, það setti punktinn yfir í þessu. Nei, en það var bara skemmtilegt, það var gaman að taka þátt í því þó að það hefði ekki verið langur tíma en það er bara alltaf maður saknar þess að vera ekki inn á sko. Já, en þú spilaði mikið styttra en Kristó en skoraði samt helmingi fleiri mörk. Hver er ástæðan? Það kemur ekki þetta óvart. Þú getur nú ekki verið að bera okkur saman. Svo var hann eitthvað að reyna að segja að það hefði verið 3-1 þegar kom út af. Það var 2-1 og voru fyrir 20 mínútur eftir. Ég held að enda 6-1 sko. Þannig að þeir sem eru góðir í starffræði geta alveg séð munin. Já, það er glæsilegt til hamingju. Já, takk. Kristinn Jónsson, 3-0 sigur. Var það eitthvað sem að þú bjóst við fyrirfram? Alveg eins, ég meina aðalatriðið var náttúrulega að vinna leikinn og sé stígandi frá síðasta leik og neða bara hvernig við komum inn í leikinn og við héldum bara sama tempo alveg út leikinn og því hvort við vorum manni fleiri ekki og það er það sem var að skila okkur þessum 3-0 sigri í dag og það hefði jafnvel getið orðið stærri. Núna er þetta fyrsti leikurinn ekki satt sem þú spilar heilan leik, hvernig er skrokkurinn? Skrokkurinn er mjög góður, hann verður alltaf betur og betur með hverju æfingu og hverjum leik og ég var að byrja að finna kannski aðeins síðustu 10 mínúturnar og var að byrja að rífa aðeins í. En það var bara að pína sig og halda áfram að gera á það. En hvernig meturðu svona stöðun á liðinu miðað við svona þau ár sem að þú getur borið sama við? Það er rosalega erfitt að segja. Ég veit ekki mikið styrkleikan á liðunum frá því fyrra og mörg lið eru búin að breyta svakalegu mannskap, komin upp 9 menn og margir farnir. En svona miðað við leikina sem við höfum verið að spila núna á síðustu mánuði þá finnst mér alveg raunsætt að stefna á topp 3 í sumar og gott betur en það.
En svona með liðið og liðsheildina, hvernig metur hjá okkur svona miðað við undanfarin ár? Mér finnst liðsheildin allir búin að ná að skapa mjög góð og sterka liðsheild og það eru allir mikilvægir leikmenn í liðinu hvort sem eru að byrja að spila og mér finnst eitthvað á þessum að vera sterkast liðsheildin sem hefur verið hingað til þegar ég hef verið í meistaraflokki. Bara til hamingju og gangið vel.